Þurfum við vegna þjóðarsálaranna vegna verða einhverjir að fara í fangelsi? Verður það einhver fullnæging á þjóðarsálinni? Það málið það sem ég sagði áðan og segi enn. Við tókum við þessu 44, við vorum bara með mjúkumálin, við vorum ekki með nein peningamál, ekki með dómsmálinsinni, við vorum með mjúkumálin, eitthvað svona kirkjur og kjaftaði, en við hefum ekki verið með neitt. Við höfum aldrei náð, því að við vorum ekki búin að vera í 3 daga frjáls frá Dönum, þá vorum við komin í annað trúnaðarsamband sem að öðrum var meira þóknanlegt heldur en kannski vera nýlandi hjá Dönum. Við höfum aldrei náð að byggja upp hefðina í fjármálum. Við höfum aldrei náð þessum ökonómíska stöðuleika sem aðra þjóðir hafa haft. Við höfum ekki búið þetta til á þessum árum sem við höfum verið frjáls. En núna ætla allir að fara að reisa einhvern svakalega minnisvarða í kirkjugarðan í Keflavík, í Helguvík, álver fyrir austan, álver hér og þar, álver alls staðar. Hefur þú, Ingvar Hrafn Jónsson, komið til Jamaica? Nei. Þú hefur ekki komið á Suðurströndina. Ég hef komið til Bahamas. Farðu til Jamaica næst aðeins neðar þú hefur Flórída. Farðu og skoðaðu Suðurströndina, sjáðu baksíðunámurnar sem þar eru, vegna súrálsframleiðslu, sem er búið að gjörsamlega eyðileggja landið og risastóru prammanna sem flytja þetta til Evrópu eða nær okkur. Það er búið að eyðileggja paradísareyjuna Jamaica í súrálsframleiðslu. Súrál er hreinsað með vítisóta og niðurstöðu færista vísindamanna eru þær að paradísareyjan Jamaica sé orðin vítisóta drullupollur. Til hvers? Til að við getum framleitt ál hérna í Hvalfirði og víða og í bakgörðum Hafnfirðinga. Var að hægt að taka, það var svo stór útviklun að maður er hægt að taka, gera greinuminn á grilli og þessu álveri sem hangir hann í bakgörðunni. Við flutum út sjávarafurðir fyrir 2,2 milljarða dollara á síðasta ári. 320.000 manns. Flutum út ál og iðnaðarvörur fyrir eitthvað svipað. Eða meira, sennilega meira, eitthvað svipað. Við eigum þessar náttúruauðlindir, liggjandi hér norður undir heimskautsbaug. Ef við höfum hér virkja og nota það í einhvers konar iðnað, mér er alskota saman þó kom ekki fleiri álver hérna. En ef við ætlum að byggja upp þjóðfélagið og þannig að fólk, börnin okkar og barnabörnin hafi mannsæfandi lífskjör, þá þurfum við að nýta auðlindirnar, hvort sem það er heita vatnið, gufan eða vatnið. Og er það eina málið, er það eina leiðin að nýta þetta með orku? Nei, ég sagði, ég er alveg út af saman. Ég held að nýta og virkja og allt það en það verður að spurja sem sé tilganginn og sem sé langtímasjónarmiðin og sem sé og það er náttúrulega, þú hittir naglann á höfuðið, það er fyrir okkur sem erum ekki það mörg í þessu landi þá á að vera hægt að byggja upp mjög farsælt þjóðfélag en það sem að lausnirnar sem eru á borðinu núna, það sem að þeir til dæmis kalla atvinnuleið og það þetta gengur allt út á það að blása af stað nýrri bólu. Það er að segja að þeir sem stjórna efnahagskerfinu og fjármálalífinu í landinu, þeir kunna engar aðrar aðferðir en þær sem hafa verið við lýði. Og það er það sem að ótal hagfræðingar og samtökum víða veröld er að benda á að það þarf sem sé nýjar reglur, nýjar til að mynda þarf regluverk á fjármálamarkaðina. Meira segja Evrópumenn, þeir eru farnir að tala þessi matsfyrirtæki sem bara stjórna nánast fjármálalífinu með einhverjum álitsgjöfum og þetta eru einkarekin fyrirtæki og þeir gáfu Íslendingum alltaf 3 plúsa meðan menn voru í mestu bullinu en núna gefa þeir alltaf bara mínusa og þeir gera þetta til að stjórna hvert sem sé lánsfé og fleira fer. Það þarf að skera upp allt þetta kerfi.